Pétur, þetta var svona dálítið nýtti-gritti leikur, dálítið mikið af svona hörku og eitthvað svona. Fannst þér að dómarar mistu eitthvað svona taka á leiknum á einhverjum tímabili? Nei, það er ekki þannig. Ég meina, maður bara lifandi á hliðlínu og ég veit náttúrulega að ég er mjög hlutdrægur. Það er bara ekki þannig. Þetta var bara hörkuleikur og það var bara mikla snertingar. Það er bara partur af þessu. Við verðum bara að taka þannig leik. Það voru líka snertingum í aukaleiknum og við töpum honum og ég var ekki að henda neina á dómarana. Þeir gera sitt starf faglega og vel og við reynum að gera okkar faglega og vel. Og við bara stjórnum því og reynum að stjórna því sem við getum stjórnum. Þarna að tveir framvaxtastu leikmennirnir, Ragnar Margrét og Dagný lenti í viðbragðandarinn í þriðja leikluta eftir 15-2 áhlaupið ykkar. Þarna hafði einhver áhrif þetta eitthvað breyta eins til skipulaginu, skiptingunum þegar þú þurftir að skipta þeim út af? Já, ég meina við reyndum að hægja aðeins í tempónu bara og kannski boltinn var svona helst til mikið á höndunum á Dagný og sogast of mikið á hana og það er orkufrekt en það var ekki fallegur körfuboltaleikur en við náðum að svona grænda þetta í gegn og þetta var, ég er ánægður með það. Það eru þessi leikir sem eru alltaf svona sætastir í augum þjálfarana. Það er alveg rétt, bara hvor fór út af hvert? Ég bara sáttu við Dagný og Ragnar Margrét eftir leikinn? Við sáttu við allt liðið. Við bara sáttu við allt liðið. Það hafa allir sitt hlutverk í liðinu og mér fannst við bara, við látum oft tilfinningarnar stjórna okkur ef við erum ekki að hitta og tapa boltanum. Það geta allir gefið með vörn og baráttu og góða líkamstjáningu og það er það sem ég er að leitast eftir hjá öllum leikmönnum. Flott, takk fyrir þetta.